Komið sæl og velkomin í eitt og annað af handverki. Við ætlum að kíkja á alls konar handverki í þessum þætti. Í grunn það náttúrulega þannig að það betra að fá handverk í gjöf en hausverk. En við ætlum að byrja á frekar óhefðbundnu handverki. Það eru Íslandsmeistarar í matarhandverki í Hvalfjarðarsveit. Við ætlum að heimsækja Öddu og Gumma sem eru hjón hérna á Bjarteyjarsandi í Hvalfirði. Þau eru ekki bara með stórt sauðfjárbú, þau eru búin að byggja mjög skemmtilega starfsemi ofan á það. Við ætlum aðeins að fræðast starfsemina og hvað þau eru að bardúsa þessa dagana. Manni finnst svo falleg birtingamynd á nýsköpun á bæjum og bara allstar það sem er byggt ofan á það sem fyrir er. Því að þið breyttu í rauningu með sauðfjárbúið sjálft. Það bara er ennþá og er kannski undirstaðan og hjartað. Það sé ekki svona, núna getur sagt með góða móti, þetta er einmitt svona 50-50. Helmingur á móti helming. Bæði hvað varðar vinnustundir og innkomu. Þannig að það er svona, og það er kannski líka það að við höfðum bæði áhuga á því að vinna hér, búa hérna og vinna saman. En eins og staðan var þegar við vorum að taka við, þá voru foreldrar hans náttúrulega líka ennþá með búið og þetta myndi aldrei bera 2 fjölskyldur. Þannig að það var líka svona þessi hugmynd, hvernig getum við þá mögulega bætt eða breytt, bætt við reksturinn og breytt aðeins án þess að skaða þessa kjarnastarf sem þú veist að nefna, því að það er alveg rétt, þú veist, þar er grunnurinn í þessum hefðbundna búskap í sauðfjárræktinni. Þannig að og það var nú kannski tekin svolítið ákvörðun það að einmitt halda því og byggja utan á það. Ekki að nota útihúsin til að opna einhverja starfsemi þar aðra heldur en að hafa þetta eins og þetta hefur verið og bæta hún á það. Þannig að það hefur svo sem gengið þokkalega, held ég. Með það að markmiði að við getum þá öll 4 búið hérna og haft atvinnu á því. Hvenær farið þið síðan í að framreiða mat? Við ýtum svolítið út í það. Við vorum mjög áhugasöm þegar verkefni beint frá bíli fórst og vildum gjarnan vera með því og komast þetta spennandi hugmyndafræði, spennandi verkefni, þannig að bara strax þá fórum við að hugsa á þeim nótum. Nú voru þið að fá gullverðlaun í Íslandsmeistara. Þeir eru Íslandsmeistarar í matarhandverki með piklaða radísur. Ekki rétt með? Til hamingju með það. Er það svona eitthvað sem að gefur ykkur batteri tilbaka, fara að þróa eitthvað nýtt, finna upp einhverja nýjar vörutegundir? Þetta svona, ég veit ekki, þetta þróast nú bara yfirleitt svona svolítið að sjálfu sér. Já, það er verið að spá eitthvað og spekulera og svo ekki. Mér finnst ótrúlega gaman. Mér finnst ótrúlega gaman að vinna með hráefni og náttúrulega kannski, við höfum nú meira verið að vinna með kannski gegnum tíðina kjöt heldur en grænmeti eða ávexti, en samt að þá eftir að við opnum veitingastaðinn að þá þarf líka að hugsa meðlætið. Þú veist, það er ekki bara lambakjötið þó það sé frábært eins og það að þá þarftu að vera eitthvað annað á disknum líka. Það var að líta þokkalega út. Og þarf að líta vel út og helst að bragðast ágætlega. Þannig að við höfum líka að þróa okkur því, fengið fólk til okkar til þess að hjálpa okkur og kenna okkur hluti sem við erum kannski ekkert eins góð í. Og til dæmis eins og bara með þessa súrsun eða piklun að þá vorum við bara hérna, það er mjög að segja að Hafliði Halldórs hafi kynnt mér fyrir þeirri aðferð og sagði að það fer ótrúlega vel með lambakjöti. Þannig að hann kom inn fyrir 2 árum síðan og síðan þá hefur bara verið að pikla alls konar. Annað sem að þið hefur líka verið að þróa ykkur áfram í, það er að taka á móti gestum, kannski færri gestum með meiri þjónustu undir yfirskriftinni borðað með bónda. Við höfum verið reynt að gera bara svona það sem hefur verið að kalla eftir og þetta er eitt af því sem fólk vil gera, borða með bónda. Nei, auðvitað er það í raun og veru. Ég var að hugsa hvort ég ætti kannski að fá mig kex núna og borða með bónda bara. Stórskap. Nei, það er sem sagt, hefur verið beðið og þetta er það sem kunnahópur ákveðin vill, það er að komast heim. Þú kemst náttúrulega miklu nærri tengsli við heimamenn með þessu móti og fólk er að leita eftir afurðum beint frá bíli og þú kemst ekkert nær upprunanum heldur en þetta held ég.
Það bara einhvern veginn þannig. Og rétt skilið hjá mér að þá koma gestirnir hérna og þeir bara elda með ykkur eða fara að ná jafnvel í hráefni því þeir eru náttúrulega líka með þeir eru með fjárhús og fjöru til að sækja, ekki það að þeir sækja kannski upp í fjárhús en þú veist það eru tengslin á milli og þeir farið niður í fjöru ef að þannig mánuður sem að má tína en það ekki kræklinga. Svo erum við með gróðurhús reyndar sem títur líka. Rabarbaragarð og kartöflugarð og þannig að við reynum að flétta þetta inn í þennan part. Það er nú ekki á hverjum degi sem að koma gestir og borða með bónda. En þetta Það er ekkert að borða á hverjum degi. Það væri rosa erfitt ef það væri að fá kannski 10 hópa á dag. Alveg. Það var ekkert svangur núna, sko. En þetta er hugmyndin. Þetta er sem sagt að fólk kemur og það er með okkur. Og við erum bæði, þetta er líka fræðslan í þessu. Þannig að við byrjum á smá bara fyrirlestri sérstöðu á bara Íslandi, tengslu við matvælaframleiðslu hér og færum okkur svo svona þrengra yfir í það bara hvernig er að vera bóndi og þá sauðfjárbóndi á Íslandi og hvernig árið gengur fyrir sig og síðan förum við út og við náum, það fer náttúrulega aðeins eftir árstíma hvað er mikið hægt að gera. Reksturinn samt orðin þannig að þið eru með opið öll sumur og svo eftir bara hag á veturnar eftir hvernig bara er pantað, eða ekki? Jú, við höfum haft það þannig undanfarið við opnum sem bara erum opið frá 1. maí til 1. október, þá er opið 10 til 10, þannig að það getur bara hver sem er droppað inn og Hvalfjörður er bara ótrúlega vinsælt svæði fyrir fólk að taka sér skemmtilegan dagspartsrúnt. Þannig að við höfum bara fundið fyrir þörf að vera með opið, þannig að já, það er bara allir velkomnir. Gott handverk getur verið gull í gildi en það þekkir Greta María gullsmiður vel, enda gull af konu. Hún er líklega fyrsti gullsmiðurinn í Stykkishólmi frá upphafi og við ætlum að kíkja á hana hérna næst. Jæja, við erum aftur komin hérna í heimsókn í Leir 7 og Smávina. Það er nú heldur betur búin að bætast í hópinn, hún Greta María sem er gullsmiður, sennilega sá fyrsti sem er hér starfandi í Stykkishólmi, bara frá upphafi byggðar. Það er gaman, hún er að bætast þetta við dýnamískt umhverfi stelpnanna sem fyrir voru. Hérna, nú heitir þetta Smiðjur og hér getið þið heimsótt listamann sem er að vinna úr leir, listamann sem er að vinna úr tré og listamann sem er að vinna úr gulli og silfri. Við ætlum aðeins að heyra hvað hún er að gera og hvernig gullsmiður í Stykkishólmi, hvað hann sé að bralla svona dagstæðilega. Ef við förum alveg bara aftur í tíman, af hverju valdirðu gullsmiði sem fag að læra það? Þegar ég var kláraði framhaldsskóla þá vissi ég ekkert alveg hvað ég vildi en hef alltaf unnið rosa mikið með höndunum og finnst mjög gaman að vera að búa eitthvað til og vinna með höndunum og ég fór til Bandaríkjanna í hálft ár og þar byrjaði, það var svona voða mikið vera svona perlustús og eitthvað þannig og byrjaði aðeins í því og þegar ég kom heim frá Bandaríkjunum þá byrjaði í Kaupmannahöfn þá ákvað ég að prófa fyrir gullsmíðaskólann og sá bara hvernig það var og mér fannst það bara rosa skemmtilegt og komst á samning út í Kaupmannahöfn og hef bara verið mjög ánægð með það síðan. Hvað er það sem svona einkennir þinn stíl í skartgripa hönnun eða er hægt að spyrja á svoleiðis spurningar? Já, það er ég fæ voða mikið innblástur frá náttúrunni. Finnst það gaman þegar hlutin eru ekki svona alveg ferkandar og stífir en svona mjúkar línur. Mér finnst mjög gaman að vinna með perlum í alls konar litum og steinum og já, og svona tek mikið innblástur frá náttúrunni og það náttúrulega kemur mikið að því héðan líka. Og svo er eitt sem að margir svo spyrjum þegar koma að það er að því að margt sem ég gera er matt og blanda líka oft svörtu silfri og gulli saman eða svona möttu og svo einhverju slípuðu með þar mjög smá gaman að hafa svona kontrast í hlutunum og hafa þetta dálítið svona litríkt og lifandi. Þetta er svo rosalega fínvinna, þetta er svo rosalega lítið og svona, veist, þú segir þú hefur alltaf haft áhuga á því, varst að föndra mikið sem barn og... Já, ég var alltaf að teikna mig mikið og perla og föndra og saumaði líka mikið og gerði svona ýmislegt. En þetta er líka grófvinna sem kemur mörgum óvart, þetta er líka mjög skítuvinna. Þú veist, maður er oft verið með hamar, ég er oft svört í framan, bara þannig að þetta er bæði náttúrulega fín vinna og svona mikil einbeitti, en þetta er líka
alveg erfitt stundum. Hvað er það svona helst sem þú ert að gera? Það er skartið náttúrulega, það er bara... Já. Er það þá þetta klassíska, hálsmenn, hringir, langar? Já, mér finnst rosa gaman að gera hringi sérstaklega. Og svo hef ég verið dálítið mikið að vinna með perlur. Mér finnst það er rosalega fallegar og langar að fá svona öðruvísi perlur og fólk kynnist þeim líka hér. Og hvar færðu hráefni? Færðu út og tínir eitthvað, eða þú veist, getur þú aflað að hér er þetta panta bara og verslun? Já, þetta er allt pant annarkvort verslað þegar ég fer eitthvað til útlanda. Það er ekki margir hér sem eru með sérstaklega stein og perlur. Það er eiginlega mjög erfitt að finna það, þannig að þetta kemur allt frá útlöndum. Suma perlur eru náttúrulega upprunalega frá vissum stöðum. Til dæmis er ég með perlur frá Tahiti og Sási perlur. Og það er náttúrulega þurfa að komast alveg þaðan, en þá er heildsæðið til dæmis í Kaupmannahöfn þar sem ég get farið annarkvort og valið ef ég er þar eða pantað. En hvernig er að vera með svona rekstur, svona fyrirtæki eins og Stykkishólmi? Þú veist, ber svoleiðis samfélag þessa framleiðslu? Er það ferðamennirnir sem haldir þessu uppi? Eða? Það er bara bæði hólmarar og ferðamenn. Það náttúrulega hefur ekki verið gullsmiður hér áður og dálítið langt í næsta gullsmið. Og mikið á hólmurum hafa komið ýmislega viðgerðir, margt sem það hafa verið að geyma í mörg ár og hafa ekki komið stað að fara með. Og náttúrulega líka bara að því ég sel skartgripi hér og ég er líka með sérpantanir og býð til giftingarhringi og afmælisgjafar ýmislegt og hef líka verið að breyta hlutum fyrir fólk. Kannski ég gamla skartgripi frá mömmu sinni en vil ekki nota á, en þá getur maður notað hráefnið en gert eitthvað nýtt úr því. Þannig að það hafi verið mikið af því og svo líka náttúrulega túristar sem koma og versla eitthvað. En við förum yfir bara svona venjulegan dag, vinnudag í þínu lífi. Út á hvað snýst þetta? Það snýst náttúrulega, ég er náttúrulega alltaf með pantanir og viðgerð og eitthvað sem ég þarf að gera og svo er ég líka að reyna að fylla á og gera eitthvað nýtt. Og það bara fer eftir hvað er mikið að gera, hvað maður byrjar á. Og svo náttúrulega stundum eitthvað sem þarf að gera strax, eitthvað sem vil fá eitthvað á morgun. Þá náttúrulega bara allt lagt til hliðar og það er klár, gert tilbúið. Eða túristi sem kemur og verslar eitthvað, kannski hring sem þarf að minnka eða stækka. Þá reynir ég alltaf að gera það strax ef ég get gert það. Auðvitað snýst þetta að eiga líka dálítinn lager. Þú varst þannig að væri frekar, væri með lítinn lager núna, búið að mikið að gera í sumar. Já. Þannig að veturinn, tímabilin sem er kannski minna að gera, þau nýtast í að byggja upp, kannski lager til dæmis fyrir sumari sem mest að gera og náttúrulega fyrir jólin. Og þá vil ég helst hafa svona dálítið einhverju sérstökum hluti líka. Það er alltaf svona eitthvað sem er kannski basis, einfalt. Og svo gaman að hafa eitthvað sem er mjög líkur steinum, aðeins stærri hluti eða hafa þannig með. Og það er svona vantað dálítið inn í það núna eftir sumarið. En ekki, eitt er að vera með lager fyrir einyrkja, að vera með lager af, ég veit ekki hvað ég að taka, með keks eða eitthvað. Já. En lager af gulli og silfri, af því að þú þarft að eiga lager af fullmótari, sem þú ert búin að döða tími í. Svo þarftu vantilega líka lager af dýrum steinum og gulli og silfri, þú veist þess að vinna úr. Já, ég þarf náttúrulega eitthvað af því og annars þá panta ég það þegar pöntunin kemur inn. Já, þú getur gert það. Já, ég er ekki með það mikið gulli en ég bý alltaf til úr gulli ef eitthvað segir ég vil þennan hringi silfri eða þú veist bara í gulli og getum við fengið svona stein eða svona perlu þá reynir ég alltaf að redda því það tekur náttúrulega lengri tíma en það er oftast hægt að redda því eitthvað einn. Hvernig sérðu fyrir þér? Ef þetta færi nú allt bara svona, hvar myndirðu vilja vera eftir 5 ár? Þá myndi ég vilja vera með alveg fullbúna heimasíðu og kannski einhverja línur sem er verið að selja í öðrum búðum og líka hér náttúrulega. Og svona aðeins meiri framleiðslu en samt það sem að það er handgert. Og svo náttúrulega líka bara að Vesturlandi eða Snæfellsnes sem myndi koma og versla ýmislegt og vita af þér hérna. Já, og vera náttúrulega ánægt með mig sem gullsmið og treysta mig fyrir gullinu sínu. Það getur verið mikil vinna að vinna gott handverk og þá skiptir máli að taka sér pásur svo maður fá ekki verki annars staðar. Og það er einmitt það sem við ætlum að gera hérna næst. Við ætlum að taka stutt auglýsingahlé. Jón Friðrik Sigurðsson í Hammersminni á Djúpavogi er handverksmaður af lífi og sál. Við ætlum að kynnast honum og hans handverki en það er sannarlega stútfullt hús hjá honum af alls konar munum. Það er sannarlega mikil upplifun að kíkja í heimsókn í Hammersminni 10 á Djúpavogi. Í bílskúrnum þar situr Jón Friðrik Sigurðsson eins og svo oft áður að störfum í Manchester United treyjunni með Led Zeppelin á fónunum að brenna rúnir í hreindýrshorn og það vantar sko ekkert upp á afköstin á þessum bæ. Hér er fallegt handverk hvert sem litið er. Ég er að vinna aðallega úr hreindýrshornum
og helst hornin sem ég finn bara út í náttúrunni. Ég að vinna úr steini sem ég hef verið að safna í 35-40 ár og svo bara timbri sem að ég fæ hingað og þangað. Ég náttúrulega get nálgast bæði timbur upp á Egilsstöðum, gott timbur. Það er kannski náttúrulega ekki lokal en svo hef ég inn á Bragavöllum hjá fólkinu mínu sem þar sem að lætur mig hafa timbur sem að ég reyna að þurrka og vinna úr. Svo náttúrulega geng ég hérna fjörutnarstundum og finn góða spýtu sem hægt að vinna úr. Þannig að það verður heilins tími bæði það að safna efninu alveg eins og að vinna það? Já. Þetta er náttúrulega það sem ég var búinn að vera að safna. Það var eins og eitthvað sem myndi ske, ég veit það ekki. Þetta var einhver tilviljun. Ég var alltaf að safna einhverju. Þetta sem skeði var slys sem Jón Friðrik lenti í árið 2005 þegar hann datt ofan í lest á bát á járnbita í stiga sem skemmdi á honum hrygginn. Og fyrir 10 árum síðan þá bara byrjaði ég að reyna að standa upp og gera eitthvað. Og þú leitar í handverkið? Já, þetta náttúrulega byrjar eiginlega aðalega. Ég náttúrulega að vinna steinin. Ég aðalega svona að slípa steinin og svo kemur bara hitt hægt og rólega. Og eins og ég segi, með góðra manna hjálp og hérna líka eins og ég hef góðan vin sem að hjálpa mér, sýnir mér, handbröðin og annað. En svo verður maður náttúrulega líka sjálfur að reyna að kveikja. Bara að halda áfram. Það getur að stoppa neitt. Þannig verður líka til eitthvað nýtt. Já, þannig kemur náttúrulega alltaf einhverja nýjar hugmyndir. Stundum sit ég hérna með spýtu og er kannski að tálka og horfa hérna yfir. Já, ég ætti kannski að prófa að gera þetta, skilurðu. Þetta svona bara einhver þörf bara fyrir að gera eitthvað. Þetta bæði vinna og áhugamál. Já. Og náttúrulega hitta allt þetta góða fólk sem hingað hefur komið. Bæði Íslendinga og erlent fólk. Þið þykir mjög vænt það að fá þessi góðu viðbrögð? Bara, ég get ekki lýst í stundum. Það svona tilfinning í því að finna það hvað rosalega mikið af góðu fólki í heiminum. Og geta nálgast á þennan hátt eins og það sem verið að senda mér, hitt og þetta. Sem ég ekkert að biðja um. Ég aldrei að biðja einn að gera. En þakklæti frá mér mjög mikið vegna þess að þetta gefur mér líka það mikið púst. Halda áfram. Þú ert búinn að vera að þessu í 10 ár síðan ég byrjaði. Þetta var mér líka sagt að þetta myndi taka 10 ár. Þetta held ég í júní á þessu ári. Sem akkurat komin 10 ár. Ég var að reyna að finna í gestabókinni minni þegar ég byrjaði. Þú auglýsir ekkert? Ég auglýsi mig ekkert sjálfur. Þetta bara hefur spurst. Þetta bara, hvað að segja, tenging bara við annað fólk. TripAdvisor, Google Map og svona. Ég var meira sér farin að heyra það. Ég var komin á Facebook í Kína, á Tævan. En nú ert þú ekki mikill tölvumaður. Nei. Ef þú getur svarað öllu þessu fólki og öllu þessu jákvæða, hvað myndir þú segja? Ég bara veit af alla. Ég myndi fyrst og fremst segja takk fyrir og bjóða það velkomið á sínu tungumáli. Hérna allir velkomnir. En það engin pressa á neitt, sko, skilurðu. Fólk getur, ég ekkert að labba og draga það til þess að sýna þið, skilurðu. Ég bara útskýri, svo bara labbar það bara frjálst Eða þú vill ekki, eða hefur ekki áhuga fyrir, þá það bara allt í lagi, skilurðu. En það kostar ekkert inn á mitt steinasafn. Ég tók þá ákvörðun. Mikið verið spurður af hverju ég sel ekki inn. Það bara eitthvað sem mitt safn byggist allt öðruvísi upp. Það svo lítið unnið. Þetta bara eins og ég fann þá í náttúrunni þegar ég var að safna. Hér allt unnið af mikilli ástríðu í höndunum. Ekki til þess að fjöldaframleiða og græða á því peninga, heldur til þess að gefa eitthvað af sér til annara, til að gleðja og fá jákvæð viðbrögð sem Jón Friðrik heldur upp á umfram allt annað og hengir það öll í skrauts rétt eins og handverki sjálft. Ég kem frá Siglufirði að vera hérna í 2 mánuði en hérna fann ég mig. En ef við tölum með þessa sköpun, þú varst sjómaður. Já. En þú finnur sköpunarkraftin í þér eftir slysið, var slysið? Nei, já, kannski hefur verið vendur. Nei, það var kannski minn háttur, ég veit ekki hvernig ég svo sem, það kannski annar að lýsa því, en það var betra að standa upp og reyna að gera eitthvað, heldur en að liggja kannski í rúminu og þiggja bætur. Skilurðu,
að gera eitthvað, en mega samt gera eitthvað. Ég geri upp allt hér og ég nota posa og annað og að borga, skilurðu. Þó svo ég sé á mínum bótum eða hvað sem að kallast. En þú varst ekki í þessari sköpun fyrir? Nei, elsku kallið minn. En þetta, það bara, stundum breytist líf manna en mér finnst bara að vera best að reyna að hafa bara jákvæðina vopni. Og við getum tekið inn í þetta sem eitthvað jákvætt út úr þessu? Já, ég geri það. En það akkur þér sem þið líður best með tónlistina í botni að... Já, ég hlusta á góða tónlist, Led Zeppelin og Deep Purple og allt þetta gamla stöf. Hérna að lokum ætlum við að heimsækja hús handanna á Egilsstöðum, en það hljómar sannarlega eins og staður fyrir okkur í handverksþætti. Já, maður getur unnið gott handverk en maður þarf einhvern stað til þess að koma því á framfæri og sýna það öðrum. Við ætlum að kíkja á Egilsstaði. Við opnum hérna 2010, júní 2010 og hér hefur verið á þessum fjölförnustu gatnamótum Austurlands. Þar þótti bara mjög góð hugmynd að opna svona eins konar anddyri Austurlands þar sem við miðlum öllu því besta sem Austurland hefur upp á að bjóða í ferðamennsku og þeim vörum sem eru til á svæðinu. Hús handanna bæði upplýsingamiðstöð fyrir ferðamenn og hönnunarverslun. Hér opnast því sá möguleiki að segja sögu svæðisins gegnum þá hönnunarvöru sem þar hefur orðið til. Og við finnum virkilega fyrir því að fólki finnst þetta mjög áhugavert og við höfum leggjum svolítið upp úr því líka að svona tengja saman vörurnar, lífstílinn okkar, vörurnar okkar, segja frá hver erum við og hvað kunnum við hér á svæðinu. Það svo mikilvægt að við einmitt séum með stað sem að kynnir og selur þessa vöru á áhrifaríkan hátt því að það auðvitað mikið af innfluttri vöru og sérstaklega svona túristavöru sem kannski ekki endilega endurspegla hver við erum. Lára segir að markmiðið sé að fjölga íslensku vörum á markaði og þó helst að þær séu líka framleiddar hér á landi. Þar spilar þó margt inn í. Í grunninn skiptir mestu að hönnunin sjálf sé íslensk því það sé hún sem endurspegli hver við erum. Það ekki kannski endilega margir framleiðslu möguleikar og til þess að geta verið með góða vöru og á líka réttu verði í samkeppni við allt annað að þá auðvitað mikið sumt af íslenskri vöru framleitt erlendis þó hönnunin sé íslensk. En engar síður varan íslensk að því leyti að hönnunin sækir í okkar gildi og okkar menningu og það það sem að skiptir svo miklu máli að endurspegla þegar við fáum allan þennan fjölda af ferðamönnum sem koma hingað. Minjagripurinn sem ferðamenn taka með sér heim og stilla upp á hillunni heima að ferðalagi loknu gripurinn sem endurspeglar Ísland og Íslands dvölina fyrir þeim sem hann sjá. Það verið að flytja eins og ofboðslega mikið af vöru sem að ég veit ekki hverjir að hanna fyrir okkur og í rauninni bara að ákveða okkar ímynd og það finnst mér svolítið slæmt. Þannig að ég mjög stolt af því að hús handanna haldi sig við það að kynna íslenska vöru að langmestu leyti og bara 95% af því sem hér íslenskt. Hér mikið lagt upp úr tengingu vörunar við það svæði þar sem hún verður til. Á vegginn hefur því verið teiknað skemmtilegt kort til þess að einfalda manni verkið að staðsetja vörurnar sem maður að skoða landfræðilega. Við fengum ungan myndlistarmann, Elínu Elísabetu, sem kom austur til okkar og hún teiknaði þetta sögukort sem endurspeglar Austurland í mál og myndum. Þetta eru svona litlir fróðleiksmolar og svona alls konar skemmtilegar upplýsingar til viðbótar svona hefðbundin upplýsingagjöf sem við getum notað til að tala við fólk. Við gerum til dæmis mjög gjarnan að segja fólki bara á Austurlandi þurfum að muna eftir að slappa af. Það svo nóg pláss við erum
Við erum, skal ég segja þér, 11.000 manns sem að búum hérna á, allir þetta sé ekki 15.000 ferkilometra frá Djúpavogi og Vopnafjörð, það er eitthvað svoleiðis. Og hérna það er nóg pláss fyrir alla og hér geta menn verið í frið og ró og það vill fólk í dag, virkilega. Þannig að við erum að segja þeim bara frá öllum litlu þorpunum og notum þá gjarnan tækifæri og segjum ef það er verið að framleiða skemmtilega vöru eins og til dæmis hérna á Stöðvarfirði. Þar er náttúrulega hérna sköpunarmiðstöðin alveg frábær staður og þær eru þar stöllur Una og Rósa sem að framleiða þessa fugla hérna, hann á að framleiða þessa fugla og hérna það er bara eitthvað sem að hérna vekur mikla athygli. Og svo erum við með fleiri vöru hérna eins og eggin á Djúpavogi, við erum hérna með svona miniatúr frá eggjunum í Gleðvík, tengjum við það og svo segjum við þetta frá hreindýrunum, þau eru hérna og það er hérna vísun í Lagarfljótsorminn, svona efnið úr Hallormsstaðaskóg, svo erum við þetta með ömmukollin hérna sem var verkefni handverksmanna og hönnuða. Sem er svona þessi gamli góði kollur sem var til á öllum heimilum, svona geymslukollur. Nú síðan er hérna þetta fyrirtæki í Berufirðinum, það er hérna fjölskyldan sem flutti með 4 börn í Gautavík og er að geislar og er að gera hérna alls konar svona leysirskorna hluti. Og já, og síðan er hún Hólmfríður okkar sem við erum nú hérna segjum mikið söguna Hólmfríði sem að prjóna þessi sjöl úr hreindýralegri. Og þetta er svo ótrúleg saga því að hún klippir gatnið í heila viku frá kantinum, ysta kantinum á skinninu og hún klippir í hringi í heila viku og prjónar svo í aðra viku. Og hérna eru alls konar útgáfur af rjúpu. Heyrðu, já, rjúpan er okkur mjög hjartfólgin í Húsi Handanna. Hún er hérna á undir högg að sækja á þessum tíma og ég bara fer alltaf í rauða kjólinn í desember og set upp rjúpuhálsmennið og rauðan varlit og þá er bara með að jólinn koma fyrir mér. Þá komum við að lokum hjá okkur í þessum þætti. Ég vona að sé enginn með hausverk eftir þetta áhorf, heldur bara ennþá meiri brennandi áhuga á handverki. Þangað til í næstu viku segi bless, sjáumst þá.